Ég heiti Oliver Þorsteinsson og þið eru að hlusta á hlaðvarpið Tveir fellar. Er þið ekki komið theme song? Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í podcast Tveir fellar. Ég heiti Einar Ingi Ingólfsson og ég heiti Óli Þorbjörn Guðbjörnsson og við erum með gestinn Oliver Þorsteinsson. Oliver Þorsteinsson Ó og í Já, við munum það Hvað segir? Ég er helviti hress, en þið? Já. Við erum góðir sko Helviti flott hérna að stúdíói hjá okkur. Takk fyrir það með þetta. Lagað er ekkert myndið hann, það gerir ekkert svona white balance eða neitt. Nei, það lítur alveg fínt út sko. Þið köttið þetta, það skiptir einhver máli sko. En herri, þú varst að skrifa, já hvað, þú ert að reyna að segja eitthvað? Shit maður, við erum off-sync einhvern veginn í dag sko. Já hvað, það er bara gaman. Já, viltu byrja upp á nýtt eða hvað? Nei, hvað, okkur er áfram? Já, ok, áfram, alltaf, við kvæðum þetta bara. En hérna, þú varst að skrifa bók, eða þú skrifaði bókina 2017, ekki satt? Jú, 2017, þegar ég var 20 ára gamall. Í hjarta mínu heitir hún. Já, í hjarta mínu. Já. Viltu ekki bara byrja að útskýra, þú veist bara... Jú, plottið á þannig. Jú. Já. Kannski bara, ég var svona útskýra fyrir sem... Þið voru náttúrulega búin að fjalla hana hérna í einhverju þætti, ammælisþættinum ykkur. Já, en við vildum ekki gefa spoilers sko. Nei, er ekki spoiler talk núna? Jú, ég held það sko. Það er flott, en já, hérna í hjarta mínu, ég skrifaði hana 20 ára gamall þegar ég var bara lægsta stað í lífi mínu, bara andlega farin. Þetta er svona, ég rauninni skrifa hana fyrir systkini mín til að bara skilja eitthvað eftir mig. Og hvernig ég skrifaði þetta var svona gett skrítið. Ég þurfti að fara fram í tíman og sjá hvernig ég var 43 ára gamall. Og ég held að ég væri bara alveg vonlaus, bara bjó bara svona social outcast svona, þú veist. Og hann en bókin segir frá manni sem heitir Ómar sem er 43 ára gamall og hann segir systkinu sínum frá að hann ætla að taka sitt í líf. Og það mitt varaði við, svo þetta verður ekki eitthvað svona rosalega sorglegt, en auðvitað er þetta viðbærslega sorglegt og þau taka mjög illa í þetta og reyna að ýta honum átt að betri stað og svo byrjar hann að upplifa hluti sem hann bjóst ekki við að hann myndi upplifa. Og já, það er svona basic plottið á bókinni. Já, þannig virka bókin. Já. Bókin. Svo ákvæmst að gefa hann út, var ekki 2020? Jú, 2020, árið 2019 í lok árs, þá var ég búinn að safna mig í kirkju og fara yfir hann aftur. Hún var búinn að liggja bara í 3 ár. Ég þorði ekki að lesa hana og ég held að myndi bara rifja gamla minningar og gömul sár bara með að fara yfir hana og þannig. Það myndi, ég bara þorði bara alls ekki að fara yfir hana fyrir en ég var bara orðið nógu andlega sterkur árið 2019 í lok árs og ég var bara svona, herru, ég ætla að tjekka á þessu. Og ég las hana yfir og ég hugsaði bara ég verði að gefa hann út. Það var en ég vildi gefa hann út á mínum forsendum, bara eiga allan rétt á bókinni sem var besta ákvörðun sem ég hef tekið á ævinni. Og það núna við seldum þýðingarétt á henni, hún er að koma út í Ísrael núna bara í febrúar sem er fáránlegt sko. Og coverið var eitthvað miklu meira violent heldur en já, alveg rosalegt, svakalegt sko. Þetta er eitthvað frægur málari sem gerir þetta þarna úti og já, okay. Ég fekk að hjálpa að velja kápuna, það var ótrúlega gaman. En já, hún er meira, já, svona, hún er dekkri, hún er svolítið meira, hún er mjög tákgræn og flott, sko, kápan, í hebresku. Mjög cool, skilur enga stafi á henni og allt öfugt. Allt öfugt, já. Það er náttúrulega, já, maður lesi þetta öfugt þar, það er svo fyndið, við ætlum einmitt að fá kápu, eða þú veist, fá eintak, sko, til að eiga bara á skrifstofunni og þannig. Já. En já, ég bjó til Leo bókaútgáfu með vini mínum, Richard Wilhelm Andersson, Rikki, kerfistjórinn okkar, tæknimaðurinn. Ég er náttúrulega svo tækniheftur að ég veit ekki hvað ég væri án hans. Og við stofnum þetta og bara fyrsta bókin sem við gefum út er þessi bók hérna, í hjarta mínu. Og við svona byggumst ekki við miklu, þú veist, ég var búinn að segja við Rikka bara að þessi bók verður svona controversial og það hún er, þú veist, fjallar svona tabú hlut og þannig, en það er bara ótrúlega hvað fólk er búið að taka vel í þessa bók og sést bara frá öllum aldri, bara ungir og bara gamlir og allt. Þetta er fáránlegt hvað margir virðast svona einhvern veginn tengjast þessari persónu. Já. Það er
Þetta er svona bók sem var svona vill halda áfram að lesa. Ég Já. verði alveg að segja það. Ég er mjög góð sko. Jú, ég les stundum bók svona pínu mikið um hana svona, Já. ok, ég les svona eitt kafli viðbót Já. svo svona, ok, eitt kafli viðbót þetta lesa. Og það eru nokkra personur í þessari bók. Það er alltaf Eddi Eddi Brjál sem er minn, sko, fyrst ég heyrði Eddi Brjál einhvern veginn, þannig í Hi podcastinu. Já, Þá kannu hugsa svona, það er ekki svona alveg viss, skilur. En svo ekkert það uppáhalds persóna mín. Já, langur på spesum Já. já það eru margir sem hafa sendt mér bara og spurt mig Edda Brjál og hvernig hugmyndin kom og á honum. Margir sem halda þetta sé vinur minn en ég er endar þekkti hann ekki árið 2017 þegar ég skriði þetta. Já. En það voru svo margir sem ég held að þetta var vinur minn. Hann er á TikTok, hann heitir Hatti litli þar. Eru eitthvað á TikTok. Hann er ótrúlega flottur. Ég er heldur ekki á TikTok þannig að þetta er hlæg. Við notum þetta svona til að senda út þú veist fyrir podcastið Já. og ég er enda stundum festist inn í þessu TikTok með. Eins og flestir. Já. En svona, við vildum spyrja eitthvað svona bókina, skilur, þú veist, hvað er satt og hvað er ekki satt, einhvern veginn svona, vorum við pælað svoleiðis. Já, þú veist, allt sem gerist við hann í framtíðinni, þú veist, það er ekki satt, þú veist, það er það sem ég er að ímynda mér mun gerast og þannig. Einmitt. En það sem hann er að hugsa, þú veist, þegar hann er að hugsa Svona eitthvað, aftur í tímann, aftur í tímann, það er allt satt, þú veist, eins og þegar hann er blindfullur að hugsa eitthvað eldgamalt atvik þegar hann var í 10. bekk og það er einhver stelpa að koma og hitta hann á einhverju svona dans, eitthvað svona balli, eitthvað svona partí og bara kvíðinn tekur hann niður, hann bara frýs og bara fer út í hotn og bara næri ekki að fara til hennar og tala við hana. Það gerist í alvöru. Það var mjög óþægilegt það og þegar bara svona kvíðinn og félagsfælnin og allt það var bara upp í hæsta. Já, svona nokkuð veginn upp í hæsta. En já, það er margt, þú veist, og hann talar sjálfskaða og þannig og það er allt sem því mig gerist. En já, þegar hann er að tala þú veist, hvað gerðist áður, þá er ég að vitna bara í líf mitt. En allt sem er að gerast í framtíðinni, það er bara svona skáldskapur í rauninni. Já. Dammit, ég var að vona að Eddi væri alveg Nei, því miður, Eddi Brjál er ekki hann er ekki alveg. Hugmyndin kom frá, ég var að pissa og það er svona gluggi sem er svona beint fyrir framann og hann var svona galopinn og ég bara allt í hennu poppaði þessi ímyndi í hausinn minn bara að einhver maður myndi bara reka upp og bjóða mig góðan daginn. Rugglaðir en þannig fættist Eddi Brjál. Já, það er þetta ekki Það er En, já, Hvað segir Nei, hvað? Ég var bara að pæla, þú veist, af hverju ákvæmst varstu búin að ákveða að skrifa að þá myndi heita Í hjarta mínu áður en að lokasetningin kom. Það er algjör spoiler kannski, ég veit það ekki, við ætlum að gefa spoiler. ekki bara spoiler. Já, það eru spoilers. Ég er svo mikið að fara back and forth með þetta spoiler svo ekki. Ok, það eru spoilers. Það er spoiler svona, hann er farið, ég er ekki bara að lesa hana. Nei. Já, Í hjarta mínu var fyrsta sem ég skrifaði áður en ég byrjaði á einhverju og það tók mig 2 vikur að skrifa þetta allt. Ég var bara á þessum tíma, þú veist, þá var ég bara sat ég og ég skrifaði, ég þurfti bara að ná þessu út og á þessum tíma var ég líka bara, þú veist, búin að einangra mig frá öllum og þú veist, var ekki mikið að hitta félagana og þannig, þú veist, og var bara komin á svona mjög bara low point í lífið mínu og þannig, þú veist, ég bara sat og ég skrifaði þessa bók og þú veist, ég þurfti bara að ná þessu úr mér. Já. Og þú veist, hjálpaði það einhvað að skrifa? Nei, raunin ekki, þú veist, eftir þegar ég var búin að skrifa þá fór, þú veist, svona þá fór ég á minn verstastað, sko. Já. Það var nefnilega að fyndið, sko. En nei, raunin ekki, en þú veist, það hjálpar núna til dæmis að vera búin að núna þegar ég kannski, þú veist, með andlegan þroska og get náð áttum á öllu og þannig, þá er ég mjög stoltur af þessari bók og líka þegar ég fór yfir hana þá vildi ég ekki breyta neinu út, ég vildi að rödd mín árið 2017 myndi bara skína í gegn og ég vildi eiginlega bara svona heiðra mig á þessum tíma út þetta var bara eitthvað sem ég þurfti að koma út á þeim tíma og þannig vildi ég ekki breyta neinu eða fiffa eitthvað. Já, skil það alveg. Já, eins og ég segi, þetta er bara frábær bók sem ég er alveg. Já, takk hérlega fyrir.
Þú veist, og þú veist og núna Þú vildir hérna vera lengri, eða ekki? jú ég hefði Ég hefði verið aldrei lengra. farið til það, sko. Það er gott trós, sko. Mér fannst líka alveg svolítið skrítið þegar ég var að síðast kaplanum þá svona, vá, þetta búið, þú veist, Já. það var svona, ég held bara svona, ég bara, hvað? maður vildi vita svona meira ég veit það ekki það er bara það var mest svona mjög svona maður komin inn í hérna heim einhvern veginn Já, já. og veist þá svona gaman Já. Ég er svona gæði sem ímynda mér alltaf þegar ég les bók. Það er svona, þú veist svona, ég sé svona Já, já. sjónar svona, Það er eins og ég sé gott, að horfa á sko. þetta. Já, já. Mér finnst það ógeðslega kúl. Það er gaman að því, sko. En hvað, hérna, ég ætla að spyrja ykkur út að þú nefndir titilinn í hjarta mínu og hann í lokin. Hvað haldið þið að gerist í lokin? ég held að hann myndi taka pilluna sko Já. Já, ég hugsa hann ekkert ógeðslega mikið út í það, sko. Já. Ekki? Nei, ég held hann ekki, sko. Ég var... Ekki? Það er alltaf, eða svona, ég veit ekki maður bjóst einhvern veginn við því að því maður vissi að hann væri að fara að enda Já. þá einhvern veginn svona, ég veit það ekki Já, reyndar, ég held að þú veist, þegar ég var á síðustu þá held ég að væri að fara að gerast það svo svona... Þetta er svo splitt að það er allir svona, það er búið að spyrja mig, það er svo margir búin að spyrja mig hvað gerist og ég segi alltaf, ég veit það ekki. Já, þetta endar á svona cliffhanger, sko. Já. Þetta er svolítið... hvað gerist eftir á Já, þegar þú veist, hvað gerist þannig í lokin, þú veist, það er náttúrulega, hún endar svolítið svona, Enda, þú veist, hvort hann tekur hann eða ekki. bara það er fyrir lesandan að Ákveða. bara ákveða. Þetta er eins og Interception, hefur séð myndina? Já, það já. er svona... Það var svolítið cool. Já, kannski ekki alveg eins, en, en jú. en hvað varst þér að þú svo náttúrulega svo náttúrulega ferð þú og farið hjálp það er íttir út í Já, að fá já, hjálp. það er alveg ítt mér í, þú veist, til sálfræðings og allt þetta geðlæknis og allt þetta dót, bara allur pakkin, en þú veist, það tekur bara allt einhver tíma að jafna sig eftir eitthvað svona, þú veist, þegar maður reynir að taka sitt eigið líf og þannig, sem ég reyndi að gera árið 2017, þú veist, ég árið 2018, 2019, þú veist, í lok 2019, þú veist, þá fellur félagi minn frá og þú veist, ég myndi segja ég hef ekki náð fullum bata fyrir en bara núna 2020 þegar ég stofnum þetta fyrirtæki og fæ að byggja eitthvað sjálfur og kynnast ótrúlegum fólki, þú veist, höfundum og hönnum og allt þetta, öllu þessu liði sem ég þykir svo væntum og svo líka bara að kynnast kæristu minni árið 2020, þú veist, ég held að ég er loksins orðin bara komin á þann stað í lífinu þar sem ég líður bara eins og ég er loksins svona heill, að ég get, þú veist, alveg náð áttum á öllu en það tók sinn tíma og þannig, þú veist, það, ég meina, þú veist, ég á alveg umulega dagastundum og þú veist, ég er ennþá kvíðasjúklingur og þú veist, með mikið þunglindi og þannig en það er samt ekkert að fara að stoppa mig lengur sko, ég er búin að upplega minn versta dag. Hvernig kvíðir þetta? Þú veist svona, þú ert að fara að hitta eitthvað eða þú stressaði fyrir einhverju eða heilsu kvíði? Það er minna af því í dag, þú veist, það er aðalega bara, núna er þessi kvíði núna, þú veist, það var einu sinni rosalega félagskvíði, þú veist, ég tjökkaði alltaf, það var að koma á tímapunkti þar sem ég gæti ekki hitt vini mína einu sinni, bara ég þurfti að tjökka viski til að deyfa sjálfum mig og fara að hitta á, þú veist, það var viðbjörslegt, það var mæl ekki með því, það er ekki góð leið til að deyfa þetta er líka áfengi margfaldar þunglindi og kvíða og allt það bara, þannig að en núna, þú veist, núna í dag er meira, þú veist, bara svona kvíði yfir, þú veist, hvort ég sé ekki að gera nóg og þannig, þú veist, kannski með fyrirtækið og allt þetta dót, þú veist, við erum náttúrulega, þú veist, núna erum við bara með nýja bókútgáfu að reyna koma á markaðin og þannig, það hefur gengið lígilega vel miðað við, þú veist, að vera nýbyrjaður og þannig, en maður er alltaf ógeðslega kvíðinn út að maður svona vill ekki missi þetta og þú veist, það getur allt gerst í þessum heimi og þannig. Já. En talandi um fyrirtæki, hvernig finnst þið bara að reka fyrirtæki? Það er það skemmtilegasta sem ég geri. Þetta er bara drauma starfið og þú veist, að kynnast nýjum höfundum og fólki sem hefur brennandi áhuga að skrifa og þú veist, við erum líka með rosa svona persónulegt, þú veist, svona samtal, þú veist, þau höfundar hjá okkur eru bara inn í þessu öllu, allan tíman, þú veist, í kápugerð og öllu og þú veist, við myndum bara svona vináttu, þetta er svolítið svona fjölskyldu fyrirtæki, þannig vibe sko hjá okkur og þú veist, við
það er bara með svo gaman að lesa og gefa út verk eftir aðra. Það er það skemmtilegast sem ég geri. Já. Það er aldrei svona fjölskylduvæp. Þú varst að gefa út bók með bróðinum eða ekki? Eða, þú veist, Jú. skrifaði hann líka með bókina? Já, eða? hann við skrifum hana saman. Ég er náttúrulega mestmegnis og þannig, en Já, einmitt. hann teiknaði og hann kom með hugmyndir og skrifum svona lokaorðin saman og þannig. Já, það var þá Jólasveinar nútímans eða ekki? Já, Jólasveinar nútímans. En svaka, ég náði ekki að lesa hana fyrir þetta bókast, en er þetta ekki bara, þú veist, Jólasveinar, þú veist, grílar TikTok og þannig að draslinu? Jó, Instagram, gríla, þetta er svona skemmtilegt, þú veist, svona, og svo er líka sýnt, þú veist, svona hvernig þeir breytast til hins betra og þú veist, boðskapurinn í lokin er, þú veist, allir geta breyst til hins betra og þannig. Já. Og það þeir náttúrulega í gamla dag voru algjöru villingar, Yes. frekar svona siðblindir hana. En já, og svo, þú veist, þetta er bara mjög svona væn barnabók þú veist, jólasveinarnir okkar. Það var ótrúlega gaman. Við erum líka svo mikið jólabödd, þannig að það var ógeðslega gaman að gera þessa bók og líka bara með bróðum mínum sem er 13 ára. Líka gaman bara að sjá gleðina sem fylgdi að gefa, hann 13 ára að gefa út sína fyrstu bók. Já, ótrúlega gaman. Allir kennarinn er á göngunum að stoppa hann bara, til hamingju með bókina. Hann er Já, ekki örugglega. Það er snilt maður. En hvað hefur þú gefið út marga bækur, þú veist, á þínu nafni, ekki sem fyrirtækið heldur? Já, bara ég, fjórar. Fyrsta bókin mín kom árið 2018, heitir Leitin að jólakettinum. Hún er fjórða mest hlustaða bók á barnabók á Storytel. Það er sturlað, það er alveg fór yfir næstu allar Harry Potter nema eina núna jólin. Sæl. Það er ekkert annað. Það var mjög gaman sko. Og svo langaði minn Súpumann sem fjallar langaði minn Jomba, og hún var núna tilnefnd fyrir bestu barnabók árið 2020 á Storytel. Við kusum hann mitt. Vel gert. Já. Það er opið fyrir kosningu núna, allir að kjósa langaði minn Súpumann. Já, hvenær verður þetta? Þessi tilkynnt? Þetta verður tilkynnt í næstu viku, eitthvað þannig. Ég sá þetta ekki. Þeir sendu mér eitthvað þú veist, til hamingjubréf frá Storytel og nefndi það. Ég man ekki alveg, ég held að þetta endar bara, ég held að það er næsta viku og svo er búið kosningarnar. Já. Þannig þetta var ekki fyrsta bókin sem gafst út? Nei, þetta er ekki. Leitin að jólakettinum er fyrsta bókin sem ég gaf út. Hún kom út hjá Tindi. Það var ekki í gegnum Leo bókaútgáfu. Við vorum stofnaðir 2020, við erum alltaf svo nýjir. En já, barnabókin Leitin að jólakettinum var fyrsta bókin mín sem kom út, já. Og þannig þú varst búin að gera 2 bækur án og ákvæmst að búa til? Nei, þetta er önnu bókin mín. Þetta er önnu bókin og fyrsta Kiljan mín, þú veist, sem kemur út. Svo kemur langaðin Já, langaðin minn, Súpumann kemur svo og svo Jólasveinar nútímans, jólin, já. Já. En hvað finnst þið með til dæmis bara framtíðina á svona Storytel, rafbækur, hljóðbækur? Þú veist, það er svolítið svona hljóðbækur og allt það er svolítið svona kannski að, þú veist, minnka sölur og bákum og þannig. Ég meina fólk, þú veist, það er alveg þó nokkri með, þú veist, aðganga áskrift í Storytel og þannig og sjá bók það er búin að hlusta á hana, þá er ekki að fara að kaupa hana, þú veist, búin að hlusta á hana, en þú veist, en ég hef engar áhyggjur samt að þessu hljóðbóka, þú veist, það er alltaf, þú veist, pláss fyrir nýjung og þannig, og þú veist, og bækur að fara að þróast í eitthvað rosalegt sko, maður veit aldrei hvernig framtíðin verður og þannig. Lest þú mikið það? Já, ég les mjög mikið. Hvað er uppáhaldsbókin? Þetta er að vel reyna. Uppáhaldsbókin mín, The Catcher in the Rye, myndi ég segja, sem er ég vitni í hana í hjarta mínu. Hún er svo basic, það er ekki eitthvað svona huge söguþráður, þú veist, það er bara svona mjög grounded personur og þannig, ekkert eitthvað svona huge scale eða eitthvað þannig, en mér finnst það eitthvað svo fallegt, hversu basic hún er og það gerist bara svona, og þetta er bara svo falleg saga strák sem er að reyna að finna sig í lífinu. Það ég myndi klálega að segja The Catcher in the Rye, en svo svo Næturgalinn, frábær bók, mæli með henni. Það er svo margar. Uppáhaldsbókin ykkar? Wow. Sko, ég verði eiginlega að segja Torbjörns Takkaskóra eftir Þorgrím Þráinsson. Það er bók sem ég las á 4 dögum eða eitthvað. Þú veist, það var bók sem ég límdi eftir. Ég gat ekki að lesa.
Já, ég hef ekki lesið margar bækur. Það er ekki eins og klára Turbo og taka sko. Nei, ég hef ekki eins og klára hann. Ég er alltaf leiðin að klára hann. Þessi er samt alveg sterku öðru seti sko. Já, Þetta er mjög góð bók sko. En ég held að segja að uppáhaldsbókin mín var í Án Filters. Just hún. já ég eftir að lesa hana, mér langar að lesa hana. Já, Hún er svakaleg sko. hann er ótrúlega flottur. Já, Já. það er einmitt svona sama stíl og þessi bók svona, ekki Já, þú veist svona allt sama, kannski smá svona sama meining, Já. en þú veist allt öðru sér svona Bæði bara án filters. já, já, Það er svo að spyrja hvort það hjálpa að skrifa og það er það sem gerist við Björgvin þú veist, Já, hann já. er bara að skrifa bók frá öllu sem var búinn að skrifa Já, svona, já, hvernig leið En hvernig fannst svona þannig að allir bara segjum bara fjölskyldaðinn, þú veist, þegar þú gafst bókin út eða þú veist, eða þú ákvæmst að gefa hann út þú veist, já, mamma og pappi lásana og þú veist, þeim fannst þetta bara flott sko. Þeir voru, þú veist, ég var líka búin að varaði við, þú veist, það er alveg svona köld orð, ég sagði, þú veist, það er náttúrulega á þessum tíma þegar ég, þú veist, ég er bara vonlaus á þessum tíma sem ég skrifa hann og ég bara kenni eiginlega bara öllum í kringum mig þú veist, eins og foreldrum mínum bara fyrir að eignast mig, þú veist, ég þoldi það ekki, ég er bara á þessum tíma og það er einmitt, þú veist, í lokin á bókinni þar sem hann segir, ég get ekki fyrirgefið foreldrum mínum fyrir að, hérna, koma mér í heiminn sem er svona rosa hjartbrjótandi moment í bókinu út að það er, hann getur ekki fyrirgefið og það er slæmt, maður þarf að geta fyrirgefið til að ná einhverjum bata og þannig en þú veist, ég sagði líka við foreldrar mína bara ekki taka mark á öllu þarna, það er ég er búin að breytast og það er ekki og þau vissu það alveg þannig að en þau voru bara rosa stolt og ég held að og fjölskyldan líka bara ótrúlega ánægð og það bara, ég held að þegar ég sagði flestum frá hérna að það var búið að kaupa þýðingar þetta bókinni þau voru bara, ha? Og trúðu varlega þessu sko og þetta er alveg, ég var einmitt að funda með þú veist, maður selur þýðingarétti á þú veist, hérna bókamessum við erum einmitt að fara, hérna, eða vonandi fyrir við núna 2021, hérna í október til Frankfurt á svona bókamessur þar sem maður er að kaupa þýðingarétti og hérna selja og þannig og þú veist, en þetta ég var einmitt að funda með hérna bókútgefanda daginn og hann sagði bara þetta var svona unheard of að hann var bara keypt svona við lentum bara algjörlega í lukkupottinum hana og svo er líka bara ótrúlega gaman að vera með að þú veist að svona vera bara með í þessu prósessi þarna fyrsta skipti sem ég gerði þetta þú veist að þýðandinn heyrði í mér og hún þurfti eitthvað spurningar og þannig hún Shirley Levy alveg indæl manneskja ótrúlega flott og svo er Shai Sendik hann hérna er að gefa hann út hann er á þessa bókútgáfu hérna og er að gefa út svona eftir hérna höfunda þú veist hérna á Norðurlöndunum og líka hérna í Englandi og eitthvað þannig og Írlandi og eitthvað það þetta ekki samt, þú veist er þetta ekki svona hæðst að þú getur fyrir að láta þýða bókinu eða ekki svolítið svona jú, þetta er bara, þá er þetta bara, ok, þetta er ekki bók þetta er klálega bara afrek sem ég bjóst ekki við að ég myndi upplifa þú veist ég bara þú veist og alls ekki með þessa bók það er svo óhefbundin bók Já. hún er ekkert þú veist hún er ekkert eitthvað með eitthvað þvílitt skeil eða eitthvað þannig en hún er bara þú veist svona mannleg þetta er bara mannleg bók en hún er ekkert eitthvað svona blockbuster ef maður er að segja þannig þú veist hún er ekkert hérna en þannig þetta var bara ótrúlega óvænt og bara frábært sko gaman að upplifa þetta sko og ég held að ég myndi ekki upplifa þetta að vera þýddur höfundur en það er lífið er bara fáránlegt stundum það er Já. Hvað er svona hvað er komist þér mest á vort? Er það ekki til að þetta? þetta er svona bara þetta er fáránlegt sko ég var líka þú veist ég og kærasta minn vorum bara eitthvað svona við vorum að horfa á einhverja mynd þarna og svo fæ ég bara message eitthvað someone is trying to send you a message eitthvað approve or eitthvað þú veist kemur hann á Facebook og það hann var ekkert vin og hann addaði mig líka sem vin og ég bara ok, byrju, hver er þetta og svo bara var hann að spyrja mig hérna þýðingaréttin og spurði hvort að hann vissi ekkert, þú veist, að ég ætti Leo bókaútgáfu neitt, þú veist, hann spyr get ég tala við þig eða á ég að tala við útgefandinn og ég bara, ég er útgefandi minn þannig að en já, það er mest svona óvænt sem hefur komið og líka reyndar bara, þú veist, fólk sem hefur sendt mér og líka félögum mínum, þú veist bara message, þú veist, bara þú veist, konur á öllum aldri og kallar á öllum aldri bara hversu mikið fíla þessa bók, það kemur mér líka mest á óvart bara þú veist, að hún sé að fá
og hún er svo óhefbundin, hún er svo, þú veist, ég held að, þú veist, Íslendingar eru líka svona, þú veist, ef það eru villir í bókum og hannig, þá er bara geta það ekki, en þannig það er segir þetta í byrjun eða ekki? Ég segi í byrjun, það er stafsendingvillur út að ég bara vildi hafa bókinni ófullkomna og aðalpersonan. Já, fyrst er alltaf pyrraðir en svo byrja ég að fíla það sko. Ég tók þessu eftir sko, ég gerir stafsendingvillu svo oft að ég bara ég bara, þetta er eðlilegt allt. Þetta er bara stíll, þú veist, það er, ég tók bara, en það svona má eiginlega ekki gera það í Íslandi, en bókin hefur gengið svo vel, þannig að fuck it, þetta var þess virði. Já, hvað? Þetta Róm okkar aðeins niður. Það er bara að missa þeina. Herru, við sáum á Facebookinu að þið voru að láta senda inn handrit ef einhver er að Já. Þannig að er eitthvað búin að senda ykkur handrit? Vá, já, það er búið að hlaðast inn, sérstaklega í byrjun þess ás. Þannig, já, ég les rosa mikið, það er. Já. Og alveg svona bækur sem eru bara stórar, þú veist, alveg, ég held að ég er búin að lesa, ég las 3 bækur sem voru 300 sem voru 300 blaðsíður og þannig. Þú veist, já, það er alltaf verið að senda eitthvað núna á okkur sem er geggjað, það er bara ótrúlega gaman. Eitthvað gott eða? Já, það er alveg, og við erum, ég er rosa spenntur fyrir fyrsta bókin í ár, heitir Martröð í Hafnarfirði, eftir Rakel Þórhaldsdóttir, hún er kennari hérna í Breiðholtsskóla. Já. Hún er frábær penni, þessi bók er svo góð, og þetta er svona barna- og úlingabók, þú veist, svona hryllingsbók svona, og bara ótrúlega flott. Ég hlakka til, ótrúlega spenntur að gefa hann út. Hún er alveg, núna erum við bara svona að setja final touches á þetta og fara í prentbráðum. Hún er frábær penni. Ég hlakka til að sjá hvað hún gerir líka næst og þannig. Myndirðu segja þá, þú veist, ertu ekki alveg fljótur að lesa? Þú veist svona... Jú, ég byrjaði að lesa eftir ég hætti, eða þú veist, eftir ég útskrifaðist í menntaskóla, þá byrjaði ég að lesa af einhverjum ástæðum. Þá byrjaði ég að lesa mjög mikið. Þú veist, ég kláraði allar Harry Potter bækunar á mánuði, þú veist, og ég hélt alltaf að ég var bara umulegur að lesa, en svo er þetta náttúrulega bara, þetta er bara heila leik fyrir mig, þú veist, maður æfir einbeitingu og ég var alltaf að lendi að lesa, svo er maður bara svona, hvar er ég? Og þurfti að finna hvar ég var. Já, það var gerst. Já, en núna lendi ég ekki til því út, ég er búin að lesa svo mikið og er bara búin að þjálfa mig í lestri, þú veist, þannig að, og það er mjög fínt, sérstaklega þegar maður er að fá inn svona mörg handrit inn og þannig, og er líka að lesa bara bækur, þú veist, fyrir afþreyingur og þannig. Já. Hvernig svona kategóri ertu mest fyrir? Bara eiginlega allt, sko. Bara allt, já. Já, allt, sko. Það er, þú veist, mjög mikið, þú veist, svona, þú veist, mér finnst gaman að lesa, þú veist, sögubækur eða þú veist, skáldsögur sem, þú veist, gerast kannski í seinni heimsstyrjöldinu og þannig, það er, minnst það geggja, og líka bara svona dramasögur, sko, þú veist, og já, ég les alveg krimma og þannig, en ég er meira fyrir þau svona mannlegum sögum og þú veist, svona, sem ég kannski tengis meira og þannig, en annars er krimman alltaf classic. Ef að skella okkur í fellaspyrja? Bara einmitt að fara að segja. Það er að lesa? Nei, ég lesa. Það er að lesa? Ég lesa það gæni því, já, spurningar frá hlustendum, sko. Já. Er það tilbúin í það? Ég er tilbúin. Þetta er ekki hraða spurningar, sko. Hver er þín skoðun, já, eiginlega, sem þann, hver er þín skoðun á þróun í bókútgáfu, raf og hljóð? Já. Það er eins og ég hafi stilinu bara, stóliðinni. Spólaði tilbaka. Heldur þú að fólk sé að nýta sér hjálpalínur? Mikið? Ég veit það ekki. Það er góð spurning. Ég vona að fólk, þú veist, hvort það þú veist, geta bara, þú veist, Pieta samtökin er náttúrulega frábær í þessu, þú veist, þeir eru náttúrulega bara að vinna 24/7 bara fyrir, þú veist, fólk sem er komið á þennan stað, en ég veit það ekki. Það er náttúrulega stórt skref að viðurkenna manni líður svona, þú veist, það er erfitt, en þú veist, þegar leið og mann er að brjóta sig úr því og ná að opna sig, þá það er bara frelsi í því, þannig að ég vona að fólk næra að tala við, þú veist, þeirra nánustu sína vanlíðan og líka að geta hringt bara, og það kannski er þær að líka að hringja og tala við einhvern ókunnan staðan fyrir bara að tjá sig við einhvern sem maður þekkir. Já. Og það er svona, þú veist, þetta er svo, þú veist, það sem fylgir þessu er bara svona ránghugsanir, þú veist, að sé eitthvað að maður þarf eitthvað að skamma sig niður þessu, það er bara kjaftaði, þetta er
maður á bara að geta, þú veist, það er svo mikilvægt að opna sig þetta, þú veist, ég væri ekki hérna ef ég væri ekki búin að opna mig og væri ekki búin að gefa bókina og þú veist, vera bara algjörlega berskjaldaður og geta að tala þetta við vini og fjölskyldu og alla, þannig að það er mjög mikilvægt að geta að opna sig og tala þetta. Já, einmitt. Hver er skoðun þín á listamannalaunum? Listamannalaunum? Ég hef nú ekki mikla skoðun á því sko. Það er, en mér finnst þetta, ég veit að það eru margir svona ekkert eitthvað hóa hrifnir að þessu og þannig, en ég meina, þú veist, eins og fyrir höfunda og þannig, þú veist, þeir fá lítinn sem maður gerist ekki höfundu til að græða pening. Nei. Maður er ekki að fá mikið pening, þannig að þú veist, mér finnst frábært ef segjum að höfundu minn, þú veist, hérna myndi sækja listamannalaun og það er endar einn komið listamannalaun hjá okkur að skrifa bók hjá okkur á okkar vegum og þú veist, mér finnst það frábært, þú veist, hann að leggja fáralega mikla vinnu í þetta og þú veist, það tekur á að skrifa bók og þú veist, þannig að þú veist, ég er ekkert eitthvað ósáttur með listamannalaun eða eitthvað þannig, þú veist, mér finnst að fólk sem er creative og bara að mér finnst að allir ætti að geta fengið, þú veist, einhver svona, þú veist, ef þú ert að vinna í einhver nýjung eða gera eitthvað, þú veist, sem kannski er ekki vel borgað, þá væri hægt að sækja styrki, en ég meina, það er svo, þú veist, hvað eru margir sem skrá sig í þetta, þú veist, 5.000 manns hérna á landi og það eru 100 og eitthvað sem fá þetta og flestir af þeim eru, þú veist, frekar svona vel settir, þú veist, eru svona frægir hérna hér á landi, þú veist. Já, einmitt. Svona klíka. Hvernig ferð þú að því svona að skrifa bók? Hvernig finnst þér best að skrifa bækur? Ég fæ bara hugmynd, sterka hugmynd og svo ég er einmitt að skrifa núna, þú veist, ég er að skrifa vinna í úlingabók og hryllingsögu, svona sálfræði trillir og þú veist, ég vinn ekki á hefðbundum hætti, þú veist, ég fíla að skrifa niður á blað allt sem ég er að skrifa og svo færa inn á tölvu. Minnst það hjálpa mér með flæði og þú veist, þá get ég séð uppsetninguna á blaðinu þegar ég er að færa inn og laga svo í tölvunni, það er mjög þægilegt, þá næ ég að koma mér alveg í gang. En þú skrifar alla bókina á blað og stundum, já. Já. Færði einhvern veginn svona writer's block svona. Ég hef ekki fengið writer's block en ég hef bara gefist upp á handriti í miðri, þú veist, miðri leið, þá er bara svona ekki eftir áhugaðs lengur bara. Já, bara þetta er ekki nóg gott og ég hef ekki verið að eða tími í þetta. Já. Þú veist. Já. Mitt og gæri. Við hefum 3 ára viðbútt. Gætu að hugsa þér að skrifa öðru tungumál en íslensku? Já, ensku, við erum að fara að gefa út myndasögu eftir mig sem heitir What in Hell sem kemur 2022. What in Hell? Já, fjallar lífi í helviti. Þetta er mjög svona raunchy, twisty, svona comic book. Þetta er myndasaga sem við erum að gera. Já, þú sagðir að vera svolítið comic. Já, ég er rosalega myndasögu. Áttu svona safn? Ég á safn sem ég er búin að eyða 3 milljónir í. Jesus Christ. Já, kærasta mín er ekki sátt. Er það bara í ræðin eða gerist það? Já, einni sekundu bara. Það er einn dag með, nei, ég er búin að safna með tíma bara. Bara Superman fyrst einn dag. Horfðu það mikið á Big Bang? Nei, ég fíla það ekki. Fíla það? Nei, því miður. Ég horfði á fyrstu 2 seríunar og svo gafst ég upp. En já, það er ekki alveg. Nei. Já, ok. Óli, þú maður tala sko. Ég tala. En já, ég ætlaði bara spáskilur, þannig þú ert meira bara svona að lesa bækurnar, ekki að ég veit ekki hvernig það virkar. Þú veist, já, ég er að lesa bækurnar, þú veist, þegar ég var að byrja að skrifa, þá var ég að skrifa myndasögur, þú veist, bara eitthvað að leika mér, þú veist, og þá æfði mér rosalega ensku á því, þú veist, með orðaforða og allt það, þú veist, það var geggja. En þú veist, já, það myndi vera fyrsta verki sem ég gef út á ensku. Við ætlum að reyna að fara á markaðinn. Við erum að gefa út reyndar bók á ensku núna sem er heitir Don't Stop Me, My Life with Bipolar Disorder eftir Kristinn Rúnar Kristinsson sem er ritstjóri hjá okkur. Hann skrifaði þessa bók á íslensku fyrst. Hún kom út 2018 minnum mig, eða 2017, nei 2018 minnum mig og gekk ótrúlega vel og hann er
við erum að vinna í því með honum hérna, og hafa búið að þýðan og allt og við erum að fara að gefa hann út núna í mars og þá ætlum við að fara á stærri markað Já, einmitt svona að pröfa okkur áfram og þannig Cool Hvað er uppáhalds rithöfundur þinn íslenski eða enn útlenski? Já, útlenski og íslenski, þetta er góð spurning hvernig, það er svo margir það er svo erfitt að velja uppáhaldsstundum eins og uppáhaldslag Það má velja nokkur það er ekki hægt að velja eitt uppáhaldslag sko. Já, mér finnst hérna akkur er ég að gleyma hann skrifaði slam og aðra bækur akkur er ég búin að gleyma en svo er líka eftir rithöfundur Catcher in the Rye J.D. Salinger hann er minnst hann ótrúlega góður hann er með svona hann er með þú veist svona rólegan stíl svona þægilegan svona ritstíl minnst hann alveg frábær en íslenski höfundurinn þú veist það er lesa aðalega á bækur eftir önska höfunda Já en þú veist örgulega samt bók sem poppar það er bara í hausinn minni þegar ég hugsa bestu íslensku bók sem ég lesi Ertu Guðafi eftir, já, þú veitir hvað skrifaði hana Já Þorgrímur Ísmaður þannig já, ætli ég segi ekki bara Þorgrímur Ránsson, hann líka ég man þegar hann kom líka við vorum í einhver svona í MK vorum í einhver svona skapandi skrif eitthvað svona áfanga og þá var kennarinn alltaf að kenna okkur að skrifa eftir einhverju ákveðnu formúlu og sagði alltaf þið verða að fylgja þessu meðan það náttúrulega mest að kjafta í heimi ég líka með mótrónur öskun og þannig að maður var ekki að hlusta á það en svo kemur hann eitthvað með námskeið og hann bara þið ekki að fylgja einhverju formúlu segir hann og kennarinn bara hann er svo mikill meistar ég fílaði það nefnilega hann er svolítið rebel sko ég fíla það þannig ég var ánægð með það þegar hann alveg slökkt á kennarunum ég var nefnilega ekki samanlega að maður þarf að fylgja einhverju formúlu maður á að fylgja bara sínum eigin takti sko þú veist ef það er alltaf eitthvað sem er formúlu og eitthvað þannig ef maður má ekki pröfa neitt nýtt þá þú veist það var ekkert gaman að því Já, einmitt Gerir þetta þinn hátt Gerir þetta þínu Nákvæmlega Ein eftir, ef þú ort ljóð Já, það er í Jólasvein nútímans eru ljóð hvern einasta jólasvein það er og Grýlu og Leppalúð og jólaköttin það var mjög skemmtilegt það var alveg, en svo þú veist var ég að leika mér þú veist, það var einhver áfangi líka einhver tíma þegar við áttum að búa til einhver ljóð og þannig og svo gerði ég líka yngri það er þetta að fyndi, amma mín var einmitt að segja mér bara, við vorum hérna í dinner hvað á föstudaginn og þá var amma mín að segja að hún fann eitthvað ljóð sem ég skrifaði henni, ég myndi ekkert eftir því þannig ég hef alltaf verið eitthvað yrki eitthvað að skrifa eitthvað enda kannski bara í ljóðunum ég held að ég mun aldrei fara eitthvað full on í einhverju ljóðabók sko. Ekki? Nei, aldrei segja aldrei Nei Hvort er þetta skemmtilega að skrifa ljóð eða bækur? Hvort heldur bækurnar allan daginn bækur eða þú veist að skrifa bara svona hefðbundin hátt en mér það er gaman samt að yrkja sko það er alveg gaman þú veist það er líka bara æfing í því það er mjög gaman en ég allan daginn að skrifa bara á hefðbundin hátt það er mitt það er alveg mitt Já, mitt Hvernig finnst þið best svona slaka á nú til dags? Slaka á, það er að fara á hótel það er geggja ég var að gera það núna ég fór að trippa hótel bara rétt hjá með kæristunni og það var ég bara fekk svona algjör á núllstillingu og mér líður svo vel núna það var svona loksins ég tók mér verið tíma ég reynda að fóra yfir eina bók en annars var ég bara slagur Já, mitt Og það er ekki búin að eitthvað svona, ég veit ekki, margir eitthvað svona hugleiða okkur svoleiðis? Nei, er mjög erfitt að hugleiða fyrir mig, hausinn minn er alltaf á fullu það er erfitt að þakka niður í honum ég skil en ég skil samt, þú veist, mér finnst þetta mjög cool sko og allt það og þú veist, maður fer örugglega einhvern tímann í þetta sko en ég er bara ekki búin að gefa mig tíma í að eitthvað
æfa mig í þessu og þannig, þetta er líka bara svona æfing og þannig, maður verður betur og betri í þessu en nei, ég hef ekki farið í þann pakka. Er þið eitthvað í því? Er þið í jóga? Ég er 0% í hugleiðingur sko. Já, ég pröfa svona einu sinni Ég get ekki, ef ég loka augunum og líka bara ef ég hef ekki tónlist þá bara og ef ég er í hljóði þá bara bara burt með þetta Já, það er líka svona ef maður er í þögn þá þú veist það er bara svona Það er alltaf að hlusta á einhvað að horfa á einhvað ég bara get ekki Hlustar það mikið á tónlist eða? Já, mjög mikið, það er bara ákveðin degi ég elska að hlusta á tónlist. Hvað, ertu svona hlustar allir tónlist eða? Já, ég er mjög svona, eiginlega bara í öllu en ég elska, þú veist, þarna gömlu tónana, þú veist, Frank Sinatra, Louis Armstrong og allt það ég er mjög svona classical music og þannig, ég get hlusta á allt nánast. Með tónlist ekki ekki sko. Já, það er ekki Louis Armstrong, það er hann að It's a Wonderful World, það ekki? Jú. Ég veit einhvað Hann er að læra, Óli er að læra Ég var svo lítið í þessum tónlistardæmi sko. Svo er líka, þú veist, það var ótrúlega flott hérna bókútgefandinn í Ísrael, hann sendi mér lag sem er á hebresku en það var ensku texti þannig ég gat skilið textan og þannig ótrúlega flott lag, hann sagði að þetta væri svona geti verið þemalag yfir eða svona hebreska þemalagið yfir í hjarta mínu og það var svolítið flott og það var fullt af þemalögum sem ég hlustaði á, þú veist, þegar ég var að skrifa bókina. Ég er alltaf með eitthvað svona 1 lag eða 2, 3 sem svona einhvern veginn sem ég hlusta á til að komast inn í þennan heim eða eitthvað þannig. Það hjálpar, tónlist hjálpar mér virkilega við að skrifa og þannig. En stundum er líka bara mjög þægilt að skrifa í þögn, það er mjög næs lappa bara, fór út og þannig gera eitthvað bara niður á blað það? Já, ég er náttúrulega með svo þægilt að skrifa á blað þannig að ég get, þú veist, farið út allt og skrifa, þú veist. Já, bara með svona litla bók Já, með svona eitthvað stílabók og eitthvað Sæt, cool. Það lítur að vera tækni því maður skrifa bara svona? Já, bara ég skrifa, þú veist, ég skrifa bara á blað en svo þarf ég náttúrulega reyta þetta inn í töluna líka. Ertu með góða skrift eða? Nei, ég er með hræðalega skrift. Hvernig nærði ég það? Æ, ég veit ekki. Þú ert ekki með góða skrift sko. Þú veist, ég skil skrifti mína ekki aðrir, þannig að það er fínt sko. Ég veit eins með Nei, ég sko sem ég þekki ég var svona að vanda mig til þess að fólk skilja Óli það var að skrifa 5 myndir og skrifa 2 fellar sko. Nei herðu, nú er það aðeins að íkja sko. Ég er ekki að íkja, þetta er bara alveg satt sko. Ég skilði sko, ég tengi Er það með tengiskrift eða? Nei, ég er ekki með tengiskrift eða stundum kemur eitthvað svona ef ég er að flýta mér þá kemur tengiskriftin inn. Mér langar svolítið að spyrja, af hverju heitir þetta Leo bókauka, eða þú veist? Já, bróður minn heitir Tómas Leo og þú veist, og þannig að kom bara eitt nafn í hugar, Leo. Og svo er ég líka með ljón tattoo á öxlinni sem, þú veist, táknar bróður minn og þú veist, hann fær sér tattoo í sögunni og svo lét ég verða úr því, sko, að gera þetta í alvöru. Fór í París, var í 3 vikur í París að skrifa og þá fekk mér með tattoo af ljóni sem táknar bróður minn. Og það var fyrsta tattooið þitt? Það var fyrsta tattooið mitt, já. Var það vant, eða? Nei, ekki það, nei. Það er ekki svona vél? Ekki, hraðvélinn, já. Er það gert í alvörunni? Það er ekki alvöru, það er skáldskapur. Það getur ekki verið. En þú ert alveg með nokkur tattooðina, hvað? Ég er með nokkur. Táknar allt einhvað, þú veist, er þetta eitthvað svona, er þetta bara eitthvað þú er leikar? Náttúrulega ekki þú, en þú veist, einhver annar að ég ger þetta ekki sjálfur. Það er en jú, þetta er allt svona eitthvað táknrænt. Ég er svo yktur og þú veist, væminn, þannig maður sér svo marga með svona slíf og það er, þú veist, bara fyrir hvern einasta hluti er þú veist, bara þetta er sko æska mín og þetta er börnin mín og barnabörn, maður bara Já, það er jú, þetta er alveg eitthvað smá táknrænt en svo líka bara fannst mér þetta flott, sko. Það er líka þannig, þetta hefur eitthvað að gera með þunglindi og þannig og kannski minna sjálfum mig á það að það er allt í lagi og ég er bara með þetta á mig núna, þú veist, er ekkert að fela þetta þannig að það er svona eiginlega tilgangunum með þessu. Já, svona bara sættast við sjálf á sig. Hvað er þetta mörg tattoo? Veistu það? Wow 1, 2, 3, 4, 5 5 tattoo. En þú? 0. Ætlaði að fá okkur? Það eina sem ég myndi fá með tattoo væri hérna. Það er að ef ég myndi hitta Eminem þá myndi ég láta hann árita hérna og svo
Og svo allt í hennu hættur að elska M&M. Þá væri mér alveg sama, hann var stór Létta tattoo yfir þar Já, nei, hann var stór partur af allan að þá þessu Já, þínum bara Já, mannsætti. ok, já Varstu líka meitt tattoo sem svona taka grímun af? Jú, hérna, Já, við tala um það, hæ, þarna Já, ég veit Þetta flott maður. Þetta já Já, Þetta en þú, ætlar þú að fá tattoo? Já, kannski. Hann var að tala með daginn, það væri svolítið nett að vera tattu sko. Færið til Ísak Lein, hann er frábær Hann gerir Leo bókútgáfu merkið Hann gerir það Nó, það er að vinnin. Hann er félagi minn, já Næs. En hvernig er að vera bara með svona, þú veist, hvernig er bara svona daglega að vera með útgáfufyrirtæki? Þú veist, það er mjög mismunandi Það er náttúrulega, þú veist Náttúrulega aðalstressið er kannski jólabókaflóði og þannig Þá er kannski, þú veist Við erum líka, þú veist, við erum með sendingar Við erum, þú veist við erum með markastjóra sem er alveg frábær Árdís heitir hún er alveg mögnuð Þú veist, ótrúlega heppnir að hafa hana Og svo reyndar markasfulltrú að koma inn núna Við erum að stækka við okkur, hann heitir Henrik Þú veist, við erum með bara ótrúlega flott teimi Og við erum bara svona að hjálpa okkur öðru með verkefni og þannig, þú veist En þetta er aðalega, þú veist, bara að fá handrit inn Og ef við gefum grænt ljósa þá fer það bara í framleiðslu Og þá förum við, þú veist, að hanna bókina, kápu og allt þetta dót Og svo fer bókinu umbrot og allt Og svo bara í prentun og svo er náttúrulega bara Erum við að selja bókinu á fullu og þú veist, og dreifin út allt Þú veist, það er Þú veist, en þetta er bara svo mismunandi hvað er í þessu Þetta er svona allt og ekkert Þú veist Já. Og þetta er Jesus. Þannig að fyrirtæki er ekki það, þú veist, þannig að húsi sjálf þannig að Já, þetta er bara heima Þú veist, skrifstofan er bara heima já, eins og er Já. Við kunum ekki fylgja fyrirmælum þegar við fórum að sækja bókina Við bönkum uppi sko. Já, ok Þú sagðir okkur, farið niður hjá bókina Við bara, við vorum strax að böngu sko. Þetta er alveg hræðilegt Já, við vorum ekki komið með skilti þá Núna erum við komið með stórt skilti hana. Já, það var svona lítið skildin Já, það var skítaredding Það var sérna Það ekki konuna sem erum uppi? Hæ, hvað segir þið? Það ekki konuna? Já, mamma mín Já, það er mamma Já, við heldum það líka Já, Já Það er geggja við vorum bara alveg bara Við erum bara banka. Það var bara baka hörð Já, cool. Já, við erum bara með búin að innrétta skrifstofu niðri hjá okkur Já, þetta var mjög kósí Já, þetta er mjög næst staður sko. Þetta er mjög bjart hann inni og þannig Mjög þægilegt að vera hann að vinna Og svo, þú ert alveg mikið í rektina, ekki? Já, ekki rektin Ekki núna Ekki núna Jú, þú veist, ef rektin voru opið núna þá var ég duglegri sko. Þú veist, ég þarf að hreyfa mig annars verð ég finn bara, þú veist, ég verður rosa þungur ef ég er ekki að hreyfa mig, þú veist, andlega þú veist, þetta er bara svona, ég þarf að fá svona þessa andlegu losun bara með að hreyfa mig en, þú veist, núna þegar svona COVID það er ekkert búin að vera rosa duglegur mataræði svona ekki alveg komið í laga eða neitt en það kemur allt það er fínt að taka smá söktímabil Já COVID er líka góð afsökun sko. Já, en nei, þú veist ég er mjög spenntur fyrir þegar það opnar allt og þannig verður allt svona eðlilegt Er ekki aðeins búin að leta þessu? Er ekki rættar Það er eitthvað á morgun að fara að koma eitthvað nýtt ég man ekki hvað það verður Eitthvað cool, þetta er svo fatt Það var líka, við vorum líka að spá smá svona hvernig heldur þú að fólk sem er með svona sálræna vandamál upplifi, hvernig heldur það sé fyrir þau í COVID eða ekki COVID? Þú veist, í COVID það er nefnilega svo hættulegt sérstaklega fyrir fólk með félagskvíða og þannig sem er kannski nú þegar þú veist, er búið að einangra sig einhverjum hætti að nærði ekki en núna er að auðveldara þú veist, út af það er COVID þú veist, það er léttara að einangra sig alveg þú veist þannig að það er ekki þetta er ekki gott fyrir einstaklingar sem er að díla við þetta en þannig er náttúrulega svo mikilvægt að hafa þessar hjálparlínur eins og vorum að tala og þannig það er þú veist, að hafa þeir í gangi þú veist, og náttúrulega að gera hringja í PETA-samtökin og þannig ef mann líður eitthvað bara umulega og er bara við það að gefast upp þú veist, það verður alltaf þú veist, á þessum tíma sem maður er, þú veist, lægst niðri þá sér maður bara maður sér ekkert gott, það veist, maður sér engin svona tilgang eða neitt en það er, ég trú ef fólk gefst ekki upp að það mun finna bara leiðina sína í lífinu þú veist, ég trúi á það og það ég hef upplifað það sjálfur Já, ég veit mér er svona að spyrja þú gafst okkur einu talutur í bókina
Hefur ekki mikið eigenda á þeim? Bara fyrir þá sem biðja það, þú veist, það er Ertu Alveg mikið fremst. alveg fremst? Já. Ertu mikið stoppaður svona? Nei, svona, ekki Þú veist svona Ég hef aldrei verið stoppaður og beðið eiginandörðu, nei, En selfie svona. Það er líka, Nei, það er ekkert ekki. gert í dag ekki selfie. Það stopp með göttinu ekki? Nei. Nei, ég hef nú ekki lent í því. Ég er náttúrulega bara óþekktur höfundur ennþá. Já. Kannski ef ég lappa hana í Ísrael hérna í dag, þá kannski verð ég stoppaður. Já, heldur þú sem meira þetta í Ísrael heldur núna? Nei, hann bókin er náttúrulega ekki, hún er að koma út núna, þannig að nei, ég er ekki eins og er. Já, Svo bara, það kóður er búið, þá er fólk að fljúga bara til að hitta þig já. Það er samt skemmtilegt, það er nokkrir, þegar var tilkynnt að bókin var að koma út, það eru nokkrir hérna frá Ísrael sem ödduðu mig sem vini. Já, Það er Allir með svolítið svona fyndið, skrítinu sko. Það er... skeitin Nei, þú veist bara getur ekki lesið þetta. Það er náttúrulega Google Translate með alltaf í gangi, þannig að það bara þýðir sjálfrátt sko. Það er svolítið kúl. En er eitthvað svona sem þú vilt, ertu með eitthvað markmið fyrir framtíðina? Er eitthvað sem þú vilt gera? Þú veist, já, ég vil bara, þú veist, markmiðið mitt er að stækka Leo og við erum að vinna í stærsta verkefni okkar núna sem ég má reyndar ekki tala um. Við erum að vinna í því og það verður svona opinbert í lok árs. En þú veist, ég vil stækka okkur og líka gefa fleirum höfundum tækifæri og þannig og vinna með fleirum og þannig, það verður náttúrulega geggja. Og einn daginn að vera bara með flotta, þú veist, aðaldraumurinn er að við erum með skrifstofu, þú veist, húsnæði, þar sem við höfum svona rithöfundaherbyggi, þar sem rithöfundur okkar geta komið og unnið. Það er enda svolítið kúl. Það er draumur minn. Það er, og það viljum alltaf einblína á svona góðum samskiptum með rithöfundum okkar. Svona pínu eins og vinnustað. Þú veist, þú Já, getur já. mætt hann á Bara getur fengið fundi, getur Já. skrifað, þú veist, ef þú þarfst að sleppa út að stundum með maður heima á sér og þú veist, maður er alltaf heima á sér og maður vil, þú veist, aðeins breytum umhverju og þannig. Já, einmitt. Það er mikilvægt að fá þannig stað, sko. Já, þannig að þú varst að skrifa bókina og mest að vinna með bara úti. Þú varst ekki að fara á kaffhús eða eitthvað svoleiðis. Nei, eða þú Maður veist, sé það svo mikið í mynd. Já, það er eitthvað bara svona Hollywood ég hef gert það, sko, en þú veist, þegar ég var í París, þá var ég að fara ofta á einhverju bari og eitthvað þannig, þú veist, og að byrja líka, þú veist, og veitingastæði þar sem ég byrja að kynnast fólki bara, þú veist, fekk að sitja bara allan daginn og skrifa, þú veist, þannig að það er mismunandi stöðum, aðalega heima á mér, sko, þú veist, það er, en það, og svo er maður, þú veist, í COVID og þannig, maður er ekkert eitthvað, maður vill ekkert vera að fara eitthvað endalaust á einhverju staði og vera að skrifa þá, en annars er rosa gott að skrifa líka bara heima á sér stundum. Eða fara út á land og skrifa, það er geggja, ég er með húsnæði hann á Ólafsfirði, það er útrúlega gaman. Það sem hérna langaði minn Súbmann, hann bjóð þar. Cool. Þannig að þú leist alltaf mikið upp á hann, upp til hans fyrir ekki. Já, algjörlega, sko. Hann Jómbi afi, hann var alveg frábær, sko. Algjör karakter, þú veist, hann kendi okkur barnabörnunum að svindla í spilum. Já. Ógeðslega fyndið, þú veist, eða það væri gert núna, það myndi allir brjálast, það má ekki, Má ekki svindla allir svo viðkvæmir. En hann var ótrúlega fyndinn, hann var líka alltaf hann var stríðinn, sko. Hann einu sinni, hann var 55 ára þegar hann gerði þetta. Hann var í Berjamó með systrunum sínum og þau keyrðu hana lengst út, þú veist, í fjörðinn og stoppuðu og voru að tína ber í dágóða stund og svo fóruðu í bílinn og hann var þau eru að keyra í smástund og bara bílinn drepur á sér og hann reyna að starta honum á fullu en nærði ekki og segir systrunum sínum að fara á íta bílnum. Þau eru búin að íta í 20 mínútur, pungsveittar, þá startar hann bílnum og keyrir. Í burtu það? Já, bara í burtu og leiði þeim að labba í klukkutíma. Já. Það töluðu ekki við hann í nokkra mánuði. Það er þetta geggja. Hann er algjör snillingur. En hann var líka bara svo góð hjartaður. Hann vildi, þú veist, þótt að hann gerði eitthvað svona prakkarastrik og þannig, þá var hann, þú veist, hann hjálpaði öllum, þú veist, og hann var bara svo góður og alltaf, þú veist, hann var alltaf að passa upp á okkur barnabörnin, maður sá það alltaf, þú veist, hann var alltaf svona, hann hafði alltaf auga á okkur, var alltaf að passa upp á okkur og hann líka á tímum þar sem mér leið illa sem krakki og þannig þá
og þá spurt mig hvað viltu gera og þú veist, og ég sagði þú veist, mér langar að rithöfundur og þá fekk maður alltaf svona já, ok svona, bara gangi vel með það en afi, hann hérna þegar hann spurði mig, hann var svolítið gamall þá og var að elliheimili og hann spurði mig hvað langaði að gera og ég sagði, mér langaði að skrifa bækur og hann sagði, flott, þá get ég lesið listaverk þitt einn daginn og ég held að hann sé einhverstaðar að groppa sig því að hann aðal persóna í barnabóksinu tilnefnd það er að skrifa sá bók, ég skrifa hana 2018 sumatíman það var ótrúlega gaman svona að reconnecta við hann og það er líka mjög margir sem eru búin að tala við ömmu mína sem eru frá Ólafsfirði og bara búin að hrósa bókinu og bara svona gaman að lesa þú veist, og halda minningu ömmun og afa á lífi það er ótrúlega gaman ég mun pottitt skrifa aðra bók út að hún er búin að ganga svo vel fyrsta þannig að ég held að ég mun gera ég kom með hugmynd fyrir nummer 2 Þetta er bara komið gott eða? Jú, það er ekki bara Ég alveg annað góður sko. Er eitthvað sem þú vilt koma framfæri? Nei, ég held búin að tala allt sko Já, bara næl ykkur í bókina Snilda Í bók hjarta mínu, ekki bók Mælum mjög mikið með Og alla bækunar sem hann Já, auðvitað alla bækunar Bara Leo bókúka, mælum bara með því Og það er þetta að finna þig á Instagram Já, Oliver Dorata Dorata, ekki Ódara Dorata, ég vil ekki að örgla fólk hérna Einhvað annað, Oliver D eitthvað Já, þið finnir mig Svo kemur eitthvað mynd Skrifa bara niður líka Það er mjög glíma að Herru, bara takk hérlega fyrir að hlusta og takk fyrir að koma Takk hérlega fyrir að koma Takk aðeinslega fyrir mig Takk hérlega Bye Herru, frábært